Góðan daginn. Það alveg ekko, þetta alltaf þetta lagast þér í syng, þetta ekkert mál. Ég ætla að byrja á því að segja til hamingju sjómenn með daginn í dag og velkomin í kirkjuna í dag. Gott að sjá ykkur öll, við ætlum að eiga dásamlega stund saman og lofa Guð. Amen. Byrjum á gömlum og góðum sálmi. Herra Jesús, hve indælt mér, það að elska og tilbiðja þig, og hve dýrlegt að dvelja hjá þér. Inn í dyr Guðs leiðir þú mig, Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Við Guðs himneska hátignar stól, aldrei hníga þar tár mér að brá. Skíðar elskunnar eilífa sól, og Guðs börnin þar Guð hörpur slá. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Ó, hve sæll þegar svartnættið dvín, mun ég sjá þig minn frelsari kær, mér þín ásjóna alfögur skín, og eilífð þá dvel ég þér nær. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Jesús kær, þökk sé þér, og hve dásamleg dýr bíður mín. Og hve dásamleg dýr bíður mín. Amen. Amen. Yndislegt, ó hve dásamleg dýr bíður mín. Amen. Ég ætla að lesa hér í Sálmi 121. Ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýli þér. Hann er þér til hægri handar
Dagan mun sólarhitinn eigi vinna þér mein og né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína, Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þvílík fyrirheit sem okkur gefin, að Drottinn með okkur. Amen. Og skulum leggja þessu stund í Drottins hendur og ef það ykkur bænarefni þá endilega komið með þau. Já, biðið fyrir þeim. Halleluja. Takk heilagi Faðir að við erum komið hér saman í dag til að lofa þig, Drottinn minn. Takk fyrir þennan dásamlega dag sem þú gefur okkur, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú gefur okkur þennan dag, Drottinn minn. Ég biði Jesús minn fyrir áframhaldandi samkomin hér í dag og þú megir bara komið þinn heilagan anda og snerta við hjörtum okkar, Drottinn minn. Ég biði, Drottinn minn, fyrir Elías og Svandísi, Drottinn minn. Ég biði að koma með þína læknandi hendi til þér á, Drottinn, og reisa þau upp, Jesús minn. Taktu allt sem að hrjáu þau, Drottinn minn, og ég biði að gera þau heil í Jesú nafni. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir það að þau eru þín, Drottinn minn, og þú gefið þeim fyrirheiti að þú munt lækna, Drottinn. Ég biði að snerta við þau þar sem þau eru nú, Drottinn minn, og gera þau alheilbrigð, heilagi Faðir. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir að við mögum koma hér saman. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir það að þú ert undursamlegur, Herra. Þakka þér fyrir að þú ert kærleiksríkur, Drottinn, og þú gefur meira en við þorum að vona, Drottinn minn. Og ég bið að blessa einn og sérhvern hér inn í dag, Drottinn, að hann fari ríkar út en hann kom inn í dag, Drottinn minn. Að hann megi vera fylltur af þér, Jesús minn. Og ég bið að blessa okkur og blessa ræðuna hér í dag, Drottinn, að þú megir tala, Drottinn minn, í Jesú nafni. Amen. Amen. Dagskrá vikunar eins og hér segir. Á þriðjudögum klukkan 8 bænarsamkoma og á föstudagskvöld lofgjörð og bæn klukkan 8. Sunnudagsmorgun klukkan 10 og sunnudagssamkoma klukkan 11 næsta sunnudag. Amen. Brauðsbrotning. Nei, fórnin. Ætlum að fá hann Palla, gjörðu svo vel, koma upp. Palli og Keti ætla að syngja fyrir okkur. Manstu horfna þá tíð, þegar þú beygðir kné, þegar hjartað þitt hrópað á Jesú. Og þín bæn var svo heit, svo að ljós Guðs hún leit, og þinn lausnari gaf þér frið. Nú liðin sú tíð, þitt hjarta var hreint, og þá hann var þín einasta gleði. Hvar friður þinn nú?
traust þitt og trú, ber því tíminn langt Guði fjær. Kom þú til hans á ný, náðu traustinu því, takmark af lífinu forðum. Þá með Guði þú gekkst og þann fögnuð þú fékkst og þann frið sem ei veröld á. Jesús þráir þig enn, hann vill skapa menn, svo aldrei drottinn þeir svíki. Flýr ennþá ráð, finna eilífa náð, sá sem leitar hann finnur og fær. Flýr ennþá ráð, finna eilífa náð, sá sem leitar hann finnur og fær. Yndislegt, takk æðislega, það voru ótrúlega flott. Amen. Þú var að lofa Guð saman og leyfa honum að eiga stund í dag. Great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great and mercy? What heart could fathom such boundless grace? That God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has
hast lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Halleluja. Lofum hann sem frelsi gaf. Halleluja. Dauðinn tapað hefur hér, fjötrir fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræði Jesús Kristur lífsins von. Halleluja. Lofum hann sem frelsið gaf. Halleluja. Dauðinn tapað hefur hér, fjötrar fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræði Jesús Kristur lífsins von. Jesús Kristur lífsins von. Jesús Kristur lífsins von. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Heilagur ertu drottinn. Já, drottin, hann drottin dýrðar. Amen. Heyrið þið, veröldin öll hneigir sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa vil. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Heyrið þið, veröldin öll hneigir sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa vil. Nú í sannleika ég tilbið þig.
Syngjum þetta saman. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, drottinn dýrðar, dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syngjum þetta einu sinni enn. Þvílík fyrirheit. Við erum að biðja drottinn að vera nær okkur og þvílíkt lag. Syngjum þetta einu sinni enn. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér,
vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Ó, halleluja. Heilagur, heilagur. Ó, ég lofa þig. Halleluja. Ó, Jesus. Ó, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now, I gave you everything. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now, I gave you everything. Your goodness is running up, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Halleluja, Jesus. Åh, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and is greatly to be praised. We give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and is greatly to be praised. We give glory to your name. Oh Lord, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and is greatly to be praised. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and is greatly to be praised. Amen. Takk, Jesus. Amen. Amen. Þá ætlum við að bjóða Kitta velkomin.
áður en við bjóðum honum velkomin, þá ætlum við að fá börnin hingað til okkar. Ég ætla að skreppa með þeim niður. Er ekki einhverjir krakkar sem vilja koma niður með mér? Það tekur tíma. Læsilegt. Við ætlum að fara niður á meðan Kitti tala Guðs orð. Tala eins og ég segi, ekki 4 kalla heldur 4 köll. Og það grunnurinn að Guð kallaði okkur. Guð, hann kallaði manninn til sín. Og við byrjuðum á að tala kall til Krists sem grunnurinn. Jesús, hann kallaði lærisveinana, hann sagði, fylg þú mér, og þeir bara yfirgáfu allt og fylgdu honum. Síðan fórum við gegnum hvernig þeir eyddu tíma með honum. Þeir fengu að vaksa undir þjónustu hans og síðan byrjuðu þeir að þjóna með honum. Þannig að við sjáum bara þetta með Jesú, hann kallaði til sín menn og til þess að vera með honum. Og hann kendi þeim, þeir þroskuðust og síðan byrjuðu þeir að þjóna með honum, og svo það sem við erum að tala í dag, að hann sendi þá út, hann kallaði þá til að fara. Þannig að við ætlum að byrja í dag, ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningu úr 2. Mósebók, 25. kafla. Það alveg langt aftur í tíman og snemma á sögum Biblíunnar, eða í sögu Biblíunnar. Þar segir, það Guð sem að tala við Móse, og hann segir svona við hann, þú skalt leggja, þetta reyndar, ég ætla að lesa samhengisins vegna vers 21 og síðan vers 22. Þú skalt leggja lokið ofan yfir örkina, niður í örkina, og skalt þú leggja sáttmálið sem ég mun fá þér. Og þetta sáttmál voru boðorðin 10 sem voru sett niður í örk, fyrir þá sem ekki vita það. Og þetta var sáttmálsörk sem Ísraelsmenn voru með í tjaldbúðinni í eyðimörkinni. Og hvar sem þeir fóru, þá fóru þeir með þessa sáttmálsörk, og þegar þeir fóru með sáttmálsörkina, þá þýddi það að Guð, hann var með þeim. Vegna þess að þetta var merki þess, þetta var bara svona eins og hringurinn minn. Ég í sáttmála við hana Dísu. Að þegar ég með hringinn með mér, að þá í rauninni Dísa með mér. Ég tilheyri henni og hún tilheyri mér. En þetta var sáttmálsörk sem þeir voru með. Svo segir hann við hann, þar vil ég eiga samfundi við þig. Á þessum stað ætlaði Guð eiga samfélag við Móse. Og þetta í tjaldbúðinni, þetta í gamla sáttmálanum. Og birta þér ofan af arkalokinu, millum kerúbana 2, sem standa á sáttmálsörkinni. Allt það ég býð þér að flytja Ísraelsmönnum. Þannig að á þessum stað talaði Guð til Móse. Síðan fór Móse og talaði til fólksins. Og það sem Jesús að segja, að hann í raun og veru var búinn að vera með lærisveinunum, og nú segir hann við lærisveinina að það sem ég hef talað til ykkar, það skulu þið fara og tala til annara, alveg eins og Guð sagði við Móse. Og við skulum fara núna í Matteusar Guðspjall,
28. kapla, 19. vers og þar segir: Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Og ef að þú ætlar að fara og gera einhvern lærisveini, þá gott fyrst að vera lærisveinn sjálfur, vegna þess að þetta er svona eins og svipað og með iðnaðarmenn. Ef að þú ætlar að fara og kenna einhverjum að vera smiður, þá gott að vera smiður sjálfur. Það gerist ekki öðru vísi og þess vegna fórum við í gegnum þetta ferli. Og sem sagt, þeir áttu að fara og gjöra lærisveina. Og sjáðu, lærisveinn einhver sem að læra að verða eins og meistari hans, eða ekki? Þannig að þetta í rauninni meira heldur en að fara bara og segja, já, viltu játa kristna trú? Þetta gengur skrefinu lengra, þú ætlar að gera meira en það, þú ætlar að læra að vera eins og Jesú. Þú ætlar að vera lærisveinn Jesú. Þannig að já, þetta meira heldur en að segja, sko, ég hef bara mína trú fyrir mig. Þetta gengur miklu dýpra. Það sem Jesús kallaði okkur til var að fara og gjöra lærisveina. Og lærisveinn, hann, sem sagt, við sjáum það síðast, að hann eins og, vill vera eins og meistari hans. Það var í Matteusarguðspjalli 10. kapla, þá segir Jesús við þá, nóg lærisveinum að vera sem meistari hans. Og ég veit ekki, fyrir mig að þá virðist þetta vera tapaður sannleikur í kristindóminum að við þurfum að vera lærisveinar. Og sem sagt, lærisveinn, hann stefnir að því að vera, eins og ég sagði, að vera eins og meistarinn sjálfur. Og við komum að því hérna áfram. En Jesús, hann segir allt vald. Við lesum á undan, þá segir hann, allt vald mér gefið á himni og jörðu, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Þannig að við höfum skýrt hérna síðasta sunnudag og skýrnin einmitt tákmynd upp á það að við ætlum að hætta að vera við og nú ætlum við að vera svona Jesú. Við ætlum að taka á okkur mynd Krists. Við deyjum sjálfum okkur til að lifa fyrir Krist. Þannig að, og þetta kallið að fara og gera aðra að lærisveinum og vitið það, meðan við erum að gera aðra lærisveinum, þá erum við lærisveinar sjálfur. Við hættum aldrei að vera lærisveinar. Við erum alltaf Páll postuli. Hann sagði, ég hef ekki höndlað það en hann var lærisveinn allt sitt líf meðan hann reist upp margar kirkjur og gjörði marga lærisveina. Hann hélt áfram og allt vald, vald, stundum, ef við tölum aðeins stöðu valds, bara hérna Efesusbréfið 2:6 segir okkur að þegar Jesús reis upp frá dauðum og þegar hann réttlætti okkur, þá segir Guð hefur uppvakið oss í Kristi, Jesú, og búið á stað í himinhæðum með honum. Enskar þýðingar segja að hann hefur leyft okkur að sitja með honum í sætinu hans. Við sitjum með honum. Þetta svona eins og pabbi, hann tekur barnið sitt og leyfir því að sitja með sér. En málið það að Jesús Kristur, hann situr í því sæti hann sem hefur allt vald á himni og jörðu. Og það sagt Jesú að þeir voru svo hissa á því, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna eitt vers, talandi þetta vald, í Matteus 7:29 að þegar að Jesús hafði, 7:28, þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, undraðist mannfjöldin mjög kenningu hans, því að hann kendi þeim eins og sá vald hefur. Jesús, hann kom með eitthvað og það fylgdi vald orðum hans, vegna þess að þetta var eitthvað sem var raunverulegt. Hann var það sem hann var að tala Og svo segir, hann talaði eins og sá vald hefur, ekki eins og fræðimenn þeirra. Fræðimenn töluðu nefnilega ekki með valdi.
þetta var bara einhver þeóría fyrir þá. Þeir voru ekki í þessu þeir voru ekki í orðinu sem þeir voru að kenna. Jesús var orðið og hann sagði orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Þess vegna kendi hann með valdi. Og málið það að Jesús vill líka að lærisveinar hans kenni með valdi. En hvernig stendur á því að kannski að við upplifum það ekki svo mikið? Jú, málið að ef þú ætlar að kenna með valdi, þá þarf það að vera undir valdi. Og á einum stað okkur sagt að gefa okkur Guði á vald og standa gegn djöflinum. Það eru mörgum sem finnst gaman að segja, já, standa gegn djöflinum, við höfum vald yfir honum. Já, ef þú gefur þig Guði á vald. Sjáðu, fyrst kemur að gefa sig Guði á vald og þá hefur þú vald. Sjáðu, leið og maður klæðist í lögreglubúning, þá hann að gefa sig undir yfir vald þeirrar þjóðar, þess lands sem hann þjónar. Þess vegna hefur hann vald. Hann hefur ekkert vald þegar hann komin úr búningnum. Hann hefur bara vald þegar hann undir valdi. Og það eins með okkur að Jesús, hann þráir svo að við séum þessi lærisveinar sem förum út með hans orð og predikum það með því valdi sem hann kendi og á sama hátt og hann. Nú, það segir hér áfram farið og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Ég man að það var einu sinni aðventisti á Mokkablogginu sem var að deila við mig og hann sagði, ef við sleppum boðorðunum 10, að hvernig eigum við þá að lifa? Jú, Jesús, hann gaf okkur þetta boðorð að við ættum að elska hver annan. Málið var það að fyrir þá sem ekki skilja, ég sagði að boðorðin væri hluti af gamla sáttmálanum. Sko, það var ekki Jesús sem var upp á fjallinu og fekk boðorðin frá Guði, það var Móse. Mörg þúsundum árum áður. Þannig að það var Móse sem fékk töflurnar og þær voru undir gamla sáttmála. Og síðan það að Jesús, hann segir nýtt boðorð gef ég yður. Af því að við vorum orðin börn Guðs, þá fengum við nýtt eðli, við þráðum að þóknast Guði og þá segir Jesús nýtt boðorð gef ég yður, þér skuluð elska hver annan eins og þér elskið yður sjálfa. Þannig að ef þú elskar einhvern og þú ert fullur af kærleika, að það þarf ekki að kenna þér að þú stelur ekki. Það þarf ekki að kenna þér að þú drepur ekki. Það er bara svo langt frá þér. Eðlið í þér ekki þannig. Það var eðlið syndarinnar sem þurfti lögmálið. Og við, af því að sjáðu til að ef allir væru með eðli Guðs hér á jörðinni, þá þyrftum við ekkert sem heitir lögregla. Það vildu allir elska hver annan. Og það gladdi mig ægilega að sjá það nýr á Flórida í gæra. Þá fóru kirkjur í göngu út til þess að sýna að þeir elskuðu hver annan. Það var svartur og hvítur sem héldu utan hver annan og þannig fóru þeir og masseruðu til þess að gefa þá yfirlýsingu að það kærleikurinn sem er sterkari en allt annað. Og við þurfum að sýna kærleika. Og talandi það að það var ein góð vinkona mín, fyrirgefið ég fer aðeins út fyrir, en af því að þetta er það sem að gerast í þjóðfélaginu okkar núna, að hún á svartan son og hún á hvítan son. Hún bandarísk, hún trúboði í Kenía og hún sagði, þeir eru báðir í Bandaríkjónum sinni mínir, sá svart í flugnámi þar og sá hvíti þar einnig að vinna. Hún sagði, annar þeirra hefur orðið fyrir lögreglu áreitiði. Og hver haldið það hafi verið? Það var svo hvíti. Þannig að þetta snýst ekki bara kynþáttamisrétti, þetta miklu dýpra. Hún sagði við fólkið, þið sem eruð að mótmæla, viljið þið ekki líka ganga bara alla leiðina, fara inn í hverfin og taka þátt í því að hjálpa þeim sem eru misrétti beittir og sýna þeim kærleika og byggja upp það sem miður farið. Það ekki nóg bara að mótmæla, brjóta og bramla, við þurfum að sýna að við viljum breyta þjóðfélaginu okkar og hjálpa til.
og ef þú vilt lærisveinn Jesú Krist, þá hefur þetta í þér, þú vilt hjálpa, þú vilt ekki rífa niður, þú vilt byggja upp. Þannig að Jesús sagði, farið því og kennið þeim allt það sem ég hef kennt yður. Þannig að við kennum það sem við höfum lært. Og þessi boðskapur sem við förum með í Rómverjabréfinu 1:16, ég ætla bara að sýna ykkur að þetta er kallað kraftur Guðs. Hér er Páll að tala fagnaðarerindið, Rómverjabréfið 1:16, þar segir hann, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Það er kraftur Guðs. Og þetta er líka eitthvað sem er svo gleymt, sjáðu til. Þegar ég heyrði frá Guði og ég heyrði fagnaðarerindið að ég þyrfti að taka á móti honum, þá kom þessi kraftur og hann kom inn í líf mitt, hann umbreytti mér innan frá og út og það bara breyttist allt, mínar langanir breyttust. Mér langaði ekki lengur í það líf sem ég hafði lífað áður. Það var eitthvað sem gerðist innan með kraftur Guðs tók syndaeðlið út úr lífi mínu og gjörbreytti mér. Og ég hef séð þennan kraft Guðs þar sem fagnaðarerindið hefur verið boðað lækna fólk. Við höfum séð fólk virkilega, bara læknast. Guð, hann hefur gert stórkostleg kraftaverk og það er þessi kraftur Guðs sem kemur þegar orðið hans gengur út. Og þegar þú tekur þér orð Guðs í munn líka, þá leysuru kraft Guðs inn í lífið þitt. Og þess vegna er svo gott, Jesús sagði, orðin sem ég tala, þau eru andi, þau eru líf. Og það er svo gott að játa orðið hans. Og þessi kraftur sem ég talaði hérna, gríska orðið er dunamis, sem er orka, kraftur, afl, mikið afl, great ability og mikill styrkur. Það er eitthvað sem gengur út. Og það var þetta sem gekk út þegar Jesús kendi og talaði og gerði kraftaverkin. Það var þessi kraftur í fagnaðarerindinu. Hann segir farið. Og í Postulasögunni 13:4 þá lesum við að þar voru menn sem voru að biðja og þjóna drottning. Og síðasta leksía, hún var að þjóna. Og hér eru menn sem eru að þjóna. Eitt sinn þeir voru að þjóna, þetta er vers 2, 13:2, þjóna drottni og föstuðu sagði heilagur andi. Skilji frá mér til handa þá Barnabas og Sál til þess verks sem ég hef kallað þá til, síðan föstuðu þeir, báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og létu þá fara. Þeir voru að þjóna og núna allt í einu þeim sagt að fara. Nú eru þeir sendir. Og Rómverjabréfið 10:15, það svona staðfesti þetta, það segir, hver getur predikað nema hann sé sendur? Og það er málið að ef einhver ætlar að predika Guðs orð, þá þarf hann að vera sendur. Og það byrjar á því að hann með Jesú, hann situr við fætur hans, lærir af honum og hann vex þar og síðan byrjar hann að þjóna með Jesú og svo kemur þessi stund að hann sendur og þá hann sendur til þess að predika orðið með valdi og með krafti. Og ég hef skrifað hérna, sendir einhver óþjálfaða hermenn í stríð? Nei. Ef þú ætlar að senda einhver til að tala með beita valdi, þá þjálfar hann upp fyrst. Og það einmitt það að það hefur eitthvað brugðist í þjálfun á lögreglumönnum, kannski víða heim, að það er munur á ofbeldi og valdi. Vald er allt annað heldur en ofbeldi. Vald er eitthvað sem verndar. Þegar þú beitir valdi til að vernda, að það er rétt, en að beita ofbeldi, það er allt annar hlutur. Þannig að við sendum ekki óþjálfaða menn í stríð og þess vegna kirkjan, bænahúsið, eins og við erum að tala að það er eins og þjálfunar miðstöð fyrir þá sem tilheyra Jesú Kristi. Þegar söfnuðurinn kemur saman til að biðja, þá heilagur andi að starfa, þá heilagur andi að kenna. Líka þegar þú biður heima hjá þér, þá heilagur andi að kenna þér, heilagur andi að tala til þín og uppörfa þig. Og það var vers sem að
í sambandi við það sem að ég ætlaði að gefa ykkur síðast, ég ætla að gefa ykkur það núna, það í Sálmi 92 að í bænahúsinu þá vöxum við. Það hérna hinir réttlátu, Sálmi 92:13, hinir réttlátu gróa sem pálminn, vaksa sem setrustréð á Líbanon, þeir eru gróðusettir í húsi drottins, gróa í forgörðum Guðsvors. Þannig að þeir vaksa í húsinu. Og hvað er húsið? Það ekki endilega steinveggir, það söfnuður sem kemur saman, biður saman, grætur saman, fer út með orði saman, borðar saman, elskar hvert annað. Það er húsið og þar byrjar fólk að vaksa. Þar byrjar fólk að vaksa, þar byrjar fólk að læra. Nú í aftur Jóhannes 20:21 þá segir Jesús við lærisveinana og við tölum að lærisveinar þeir eru sendir til að vera eins og meistarinn. Þá segir hann, þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með yður, eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og þannig að lærisveinar, þeir eiga vera og verða eins og meistarinn. Og þetta svo líkt bara iðnnámi. Þú lærir til að verða eins og meistarinn, þú lærir til að verða eins og sá sem þú lærir hjá. Og jafnvel ganga lengra, sumir verða betri iðnnámenn heldur en þeir sem þeir lærðu hjá. En Jesús, ég heldur við verðum seint kannski betri en hann. En hann vill samt að við séum í þessum heimi eins og hann var. Svo kemur annað vers í 16:23, þá segir Jesús, og hér hann að tala þegar hann sem sagt sendir það út, hann segir, á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins, sannlega segir hvað sem þið biðið föðurinnum í mínu nafni, mun hann veitiður. Þannig hér komið svona ákveðið ferli, þeir eru búin að vera með Jesú, þeir eru búin að vaksa upp hjá honum og þeir eru búin að þjóna með honum og nú er Jesús búin að senda þá og hann segir bara eins og Faðirinn sendi mig, eins sendi ég yður og málið er að það kemur sá tími að þið þurfið að starfa sjálfstætt. Hann segir á þeim degi munu þið ekki spyrja mig neins. Nú bara hefur beina línu til föðurinn, segir Jesús. Þú bara kallar eftir því sem þú þarft, en nú starfa þú sjálfstætt. Jú, ég er með þér í heilugum anda alla daga, en þú þarft að taka ákvarðanir, þú þarft að gera það sem ég kendi þér að gera. Þannig að Faðirinn, hann hefur þetta allt í réttri röð. Og það svo gaman að skoða Biblíuna að við sjáum þetta í Gamla testamentinu að prestarnir þjónuðu og sem sagt prestarnir þjónuðu Guði sem sagt og í tjaldbúðinni að þá fara þeir inn, fyrst kom altarið, svo kom eirkerið, svo kom þjónustan við borðið. Altarið þýddi það, þú gafst líf þitt, tók skírn, reist upp til að lifa nýju lífi. Eirkerið var það að þú helgaðir líf þitt og þú byrjaðir að vaksa í drottni, svo fórst að þjóna drottni, þjóna í orðinans og síðan í raun og veru varstu sendur. Og þetta byrjar á því að Guð, hann svo trúr, hann hefur kallað. Hann kallar ennþá menn og ég trúi því að Jesús Kristur sé svarið, eins og stendur hérna utan á. Jesús Kristur svarið við öllum þessum vandamálum sem heimurinn horfist í augu við í dag, bara ef við viljum sjá það. Þá Jesús Kristur svarið. Vegna þess að kærleikurinn svo miklu sterkari heldur en hatrið. Kærleikurinn, hann brýtur niður hatrið, ljósið ryður myrkrinu burt. Og það svo sorglegt að sjá fólk vera að mæta endalaust hatri með hatri. Hatursboðskapur á móti hatursboðskapi, rifrildi og alls konar, það verið að finna það ljóta hjá þessum og draga þetta fram og draga þetta fram. Og Guð hefur ekki kallað okkur til þess, Guð hefur kallað okkur til þess að fara
með hans orð að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir ekki glatist, heldur hafi eilíft líf. Og það er þetta sem er boðskapurinn að Guð hann elskaði svo heiminn, en höfðingi þessa heims er dæmdur. Og þeir sem eru undir valdi hans, að þeir eru líka dæmdir. Jesús Kristur kom til þess að leysa þá undan dómi. Og við erum alveg að koma á lokum, en þetta með að höfðingi heimsins er dæmdur, dóminum hefur ekki verið fullnægt. Þess vegna lifum við í þjóðfélagi þar sem að þessi lögleysingi Satan gengur laus, en við vitum að hann er dæmdur og við vitum þegar við lesum bókina að dóminum mun verða fullnægt. Dóminum mun verða fullnægt. Og þess vegna er það svo mikilvægt að boðskapurinn Jesúm Krist hljómi og við gerum lærisveina. Lærisveina sem fara út með orði hvar sem þeir eru. Kirkjan er ekki bara hérna, kirkjan er í vinnunni, skólanum, hvar sem hún er og þar eru lærisveinarnir að biðja fyrir öðrum og að segja öðrum frá Jesú. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélags sonar síns Jesú Krist. Og það byrjaði á því að Guð kallaði okkur til að vera með sér, síðan í raun og veru þjálfar hann okkur upp og hann þráir að gera lærisveina og það eru alls konar lærisveinar, sumir lærisveinar vinna hjálparstörf, aðrir eru postular, aðrir eru hirðar, aðrir eru kennarar, það er alls konar starfsemi í líkama Krists. En Guð, hann er trúr og hann hefur kallað okkur. Og það er eitt hérna að lokum sem að mig langar að nefna, bara svona að ef að Guð kallar okkur til að fara, að þá er mjög gott að fara sáttur. Vegna þess að ég ætla að lesa fyrir ykkur orð Jesú hérna, hann segir í Mattheus 5, 23, sért að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróðir þinn, koma síðan og færa fórn þína. Þannig að þetta er að segja okkur það, ef að þú segir að Guð hefur kallað mig til að fara og ég á að fara og predika fyrir öðrum, en það er einhver sem er ósáttur við þig og það er eitthvað sem þú hefur gjört á hluta einhvers annars, þá vill ekki Guð að þú farir fyrir en að þú hefur gert það upp. Þannig að Guð vill lærisveina sem eru hreinir og beinir, ekki endilega fullkomna, okkur verður öllum á, það er ekki það. En Guð vill þá sem hafa hreint hjarta, auðmjúkan anda og eru tilbúnir að segja, já drottinn, ég vil hafa frið við alla menn. Og Guð kallar okkur aldrei til að fara nema í friði. Sumir segja, já, það er ekkert að gerast í þessari kirkju, þannig að ég verð að fara að stofna nýja og fara í fússi. En sjáðu, það getur verið Guð, en ekki fara í fússi, farðu í friði, farðu með blessun út, sama hvar þú ert. Það var nefnilega með menn trúarinnar í eyðimörkinni að Jósúa og Kaleb, að þeir trúðu Guði, en allir Ísraelsmenn trúðu ekki Guði og það var ekkert að gerast í þeirri kirkju. En í 40 ár þá biðu Jósúa og Kaleb eftir því að Guð gefi þeim grænt ljós á að fara. Þeir biðu í 40 ár. Og þegar 40 árin voru liðin, þá voru það bara þeir sem fengu að fara inn í fyrirheitna landið. Þess vegna er svo mikilvægt þegar við förum í sátt og í friði við Guð og menn. Þannig að kall Guðs er ennþá, það gengur ennþá út að Guð er að kalla fólk til sín. Guð er að kalla menn og konur til að vera lærisveinar. Ekki bara rétt til að játa kristna trú, heldur til að vera lærisveinar sem framganga í hans valdi og fara með hans orð
og predika það með valdi og með krafti. Amen. Þökkum við bara, Faðir, í Jesú nafni fyrir þitt orð og þakka þér fyrir þá sem þú sendir, Drottinn Guð, og þakka þér fyrir að þú reisir upp fólk, Drottinn minn, til að fara út með orð þitt á þessu landi. Þakka þér fyrir að þú, Drottinn, snertir við okkur bara einum og sérhverjum í nafni Jesú. Og í gefum þínu nafni alla dýr, Drottinn. Amen. Amen. Og núna ætlum við að ganga að borði Drottins. Við ætlum að hafa brauðsbrotningu hérna í dag.